Einu sinni fæddust systkinin Gordon, Stephen, Joseph, Lucas, Matthew, Jonathan, Darren, Stephen 2, William og Mary. Þau voru kettlingar. Af 10 systkinum aðeins ein stelpa. Af hverju fæðast einstaklingar með mismunandi líffræðilegt kyn? Þessi spurning hefur fylgt mannkyninu í margar aldir og margar skrýtnar og skemmtilegar kenningar hafa komið fram. Fyrr á tímum var það trú margra að næring væri ástæða þess að einstaklingar fæðast með mismunandi líffræðilegt kyn. Góð næring þýddi að barnið yrði stelpa en verri að það væri strákur. En nú vitum við að svarið liggur í litningunum. En hvað eru litningar? Til að komast að því þurfum við að skoða DNA-keðjurnar í kjarna hverrar frumu betur. Á einni DNA-keðju eru margir afmarkaðir hlutar sem að hver sig kallast gen. Genin eru sérstaklega mikilvæg því þau innihalda uppskriftir af prótínum sem eru helstu byggingarefni lífvera og hafa líka áhrif á þau efnahvörf sem gerast inni í frumu. Þannig hafa genin áhrif á eiginleika okkar sem lífveru, svo sem hæð, augnlit, tennur og skynfæri. Undanfarna áratugi hafa vísindamenn unnið að því að einangra gen og raðgreina þau, meðal annars til að komast að því hvaða áhrif genin hafa á einstaklingana sem bera þau. DNA-keðjurnar hringast upp inn í frumukjarnanum og mynda ásamt prótínum sem þær vefjast utanum, frumulíffæri sem kallast litningur í frumum. Í frumum mannslíkamans eru 23 litningapör. Á þeim litningum sem mynda litningaparið eru afrit af sömu genum. Annað afritið hefur þú erft frá móður þinni en hitt frá föður. Kynfrumurnar eru ólíkar öðrum frumum líkamans að því leyti að í þeim eru ekki litningapör, heldur eru litningarnir stakir í sæðisfrumum karla og eggfrumum kvenna. Það er ekki fyrr en að þessar frumur sameinast og okfruma verður til sem síðan verður að fóstri að litningarnir verða litningapörum. Þannig kemur helmingurinn af erfðaefni fósturs frá föður en helmingur frá móður. Eitt litningaparið af þeim 23 sem að finna í frumum manna er ólíkt öðrum, en það eru þeir litningar sem kallaðir eru kynlitningar, X- og Y-litningar. Í frumum kvenna eru það 2 X-litningar sem mynda kynlitningaparið, en í frumum karla eru það X-litningur og minni Y-litningur sem mynda þetta litningapar. Allar eggfrumur hafa X-litning, en sæðisfrumur karla hafa annaðhvort í sér X-litning eða Y-litning. Það, hvaða litning sæðisfruman sem nær að frjóvga eggið ber með sér, ræður því hvert líffræðilegt kyn afkvæmisins er. Nú vitum við að líffræðilegt kyn afkvæmis ræðst af því hvora tegund kynlitnings afkvæmið erfir frá föður og að á DNA-keðjum sem mynda litningana ásamt prótínum er að finna afmörkuð svæði sem kallast gen og segja til ákveðna eiginleika okkar.